Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Nú það Skagafjörður og það meira að segja sveitasæla í Skagafirði. Velkomnar, Vordís og Steindóra. Takk. Þú ert svona titluð verkefnastýra sveitasælunar og þú ert meira svona í hestunum. Já. Ef við byrjum aðeins á bara hátíðinni sjálfri. Já. 15. sinn, varstu að segja mér það? Já. Þetta sveitasæla haldið núna í 15. sinn. Já. Og þetta landbúnaðarsýning og bændahátíð. Og hún svo fjölþætt. Þetta byrjar á föstudeginum einmitt, þar sem Hestamannafélagið Skagfirðingur búin að skipuleggja svaka flott fákaflug og reiðhöllinni, þú veist, á reiðvellinum. Já, fyrir utan reiðvellinum. Já. Með allskyns keppnisgrein sem Steindóra kannski segir betur frá eftir. Og það byrjar sem sagt í dag og á laugardeginum síðan opið í reiðhöllinu frá 10 til 5. Og þar þú veist, véla- og tækjasýning og fyrirtækjasýning. Yndislegur dýragarður, þar sem meira hægt að sjá sko minnsta og stærsta hest Skagafjarðar. Þær eru náttúrulega hoppukast, þetta svona mjög líka barnvænt, þú veist og svo þú veist kálfasýning og það hrútaþukl og forsetinn kemur og setur sýninguna og Guðrún Tryggvadóttir, formaður bændasamtaka Íslands, hún kemur líka og með ávarp. Síðan það endalaust. Þetta hljómar eins og mjög stór reiðhöll. Já, hún líka rosa stór. Hún rúmar alveg rosa margt, eða ekki? Já, hún það sko. Það alveg bara... Og þetta bara svona, þetta sett upp svona gangar til að labba fram, þetta svona stórt og mikið bara? Já, og það líka, þetta handverksmarkaður og líka bændamarkaður, matarkista Skagafjarðar. Þannig að það líka hægt að kaupa gulrætur og alveg, og þú veist, hamar eða einmitt dráttarvél. Bara fá þessa dráttarvél, takk. En sá ég líka að maður geti séð klaufsnyrtingar. Já, það rétt. Og það nefnilega einmitt í höndum Axel Kára. Hann nefnilega dýralæknir, en líka körfuboltastjarna í Skagafirði. Og hefur verið í landsliðinu og svona, þannig að það mjög skemmtilegt. Þetta kann hann. Já, þeir voru að flytja inn alveg svona sérstakann bás, klaufsnyrtingabás, sem mjög spennandi að koma sér á. Þannig að það bara rosa spennandi hátíð í vændum, sem líka á sunnudaginu eða hvað? Já, það líka opin bú á sunnudaginu. Það var hægt að kíkja í heimsókn í sveitina og það bæði sauðfjárræktarbú og kúabú sem eru opin. Og svo þú veist, það líka trúbbastemming kvöldið á laugardagskvöldinu og harmoníkuball og bara allt í boði. Hvað ekki í boði? Og svo ekki líka foodfestival, réttir einhvern veginn sem lendir í þessu einhvern veginn? Já, sem samt finnast svo vel við. Það náttúrulega verið að bjóða upp á íslenskan og skaffiskan mat bara á ýmsum stöðum. Og einmitt hægt að heimsækja landnámskeitina og reyna að klappa henni. Já, En Steindóra segir mér, þú ert knappi. Já. Og ætlar að vera þarna með nokkra hesta að keppa. Prófa. Í prófið fyrsta sinn eða? Nei, gert þetta áður. Já, nokkuð svona. Og hvaða hesta, ertu með bara þína bestu hesta í þessu? Hvernig leggur þetta upp? Já, ég með það eru 2 svona aðeins komnir á staði í keppni. Já. Og svona einn eiginlega svolítið að enda sinn fyrir. Já. En svo líka bara svona gamli klárar sem ég bara að prófa fram í skeiði. Já. Og þetta er svona keppni og þetta er bæði svona kappreiðar og líka keppt í einhverju öðru eða hvað? Já, svo eru það eru bæði kappreiðar og svona hringvallagreinar. Já. Þú eru útskýrað aðeins fyrir mér. Það sem sagt, við ætlum að bjóða upp á, þetta verður opið gæðingamót sem þýðir að, þú veist, það geta allir skráð sig. Já. En Hestamannafélagið Skagfirðingur heldur þetta. Já. Og það verður boðið upp á barnaflokk, úlingaflokk, ungmennaflokk. Gamalmennaflokk? Það svona, þú veist, fullorðinsflokkar, það A- og B-flokkur og svo erum við að bjóða upp á núna nýjung A- og B-flokk í áhugamannaflokk. Þannig að við erum að reyna að koma líka áhugamennunum aftur. Af því að núna þetta bara einhverjir fagmenn, professional einhverjir knappar eða hvað? Já, þetta hefur svolítið þróast út í það að mótin séu aðalega bara atvinnumennir okkar. En við viljum fá alla, við viljum fá fjölbreytileikan í. Þannig að þetta er kannski eins og landsmót, ungmennafélagana, þú veist, ef þú vilt bara vera með, þá kemur bara með þinn hest og skráir og tekur þátt. Er þetta þannig? Sko, það er náttúrulega ekkert sem bannar það að skráði, sko, þú veist, en þetta
þetta er stórt mót og við erum að reyna að sem sagt allir geti tekið þátt, þú veist, allir. Já. En svo einhverja fjöldatakmarkanir kannski, það geti ekki? Nei, það er ekkert. Okay. Ekki þá nema lágmarks þáttaka, þú veist, ef það er bara einn í greinina þá verður við að fella hana niður bara eða sameina hana með einhverju öðru. Þannig að það er kannski frekar vandamál að fá fólk heldur en kannski að það sé of margir, eða hvað? Oft hefur það verið það, já. Að þá við þurfum að sameina greinar, en við þurfum það ekki á þessu móti. Skráningu er lokið, eða hvað? Já, skráningu lauk á mánudaginn og það eru komnar 146 skráningar. Flott. Sem er bara frábært. Já, og náuð alveg að klára það á þessari helgi? Já, við ætlum að gera það. Það verður forkeppni í A og B flokk, bæði sem sagt áhugamanna og þá, ef það er hægt að kalla þetta atvinnumanna, á föstudaginn. Og svo förum við í sem sagt barna, unglinga, ungmenna og pollaflokk. Pollarnir geta líka keppt. Það eru Ég held að yngsti keppandi sé 4 ára að verða 5. Vá. Það er æðisleg grein. Það verður foreldrarnir að teyma undir krökkunum og sumir krakkar eru farnir að ríða einir. Já. Og þetta er bara æðisleg stemming sem skapast í kringu þennan flokk líka. Já. Þannig að þú ert svona heldur utan þessa hlið og og þetta er við hliðin á reiðhöllinni þá, allt úti eða hvað? Já. Og þið bara klæðið ykkur eftir veðri, hvernig veðurspáin? Það þurft. Það þurft? Það rignir ekki? Sjúkitt? Já. Og svo verður rosa skemmtilegt, sko. Svo ætlum við að enda mótið með, klukkan 6 verður grill í Tjarnabæ. Og á meðan að grillið stendur þá ætlum við að hafa kappreiðar. Þannig að kappreiðarnar byrja líka klukkan 6. Já, og þá eru bara 2 og 2 að keppa. Hver er fyrstur í mark? Já. Á hinum og þessum gangtegundunum eða hvað? Já, það verður keppt í brokki, stökki og skeiði. Það er reyndar aðeins öðruvísi í 100 metra skeiði, þá fer knabbinn bara 1, en í 150 og 250 metra skeiði, að þá eru 2 að keppa. Það er ísi spennandi. Þetta verður mjög spennandi. Heyrðu, þetta er áhugavert. Við hvetjum bara alla að kíkja á sveitasæluna ykkar í Skagafirði. Þarf maður að smakka grasköggla heldur við? Já, þú getur smakkað hvað sem þið langar til að smakka held ég þarna. Ég man að það var nýjungin 79 á Selfossi, grasköggla. En sér líka einmitt er svo mikið svona fjölskylduvænt líka, þú veist, það er leikhópurinn Karius og Baktus koma og Sirkus Íslands og þannig að þetta er svo rosalega fjölbreytt. Þannig að þú veist, endilega bara, þetta er fyrir alla. Bara velkomin að Sauðárkrók. Ég held að geti allir fundið sér eitthvað. Og það er bara greinilega sæla líka í Skagafirði helgina. Það er líka hólahátíð og einmitt réttur foodfestival og þannig að það er svo mikið í gangi. Allt að gerast í Skagafirði. Þessa helgi. Þá er sælan í Skagafirði. Takk fyrir að koma og segja mér frá þessu. Góða skemmtun. Takk fyrir okkur.